Ég heiti Gylfi, ég stofnaði þetta Gastrotrökk sem byrjaði sem matarbíll og endaði svo með því að opnaði veitingastað hérna í Granda Mathöll og svo ég framhaldi því í Mathöll Höfða. Hugmyndin að fyrirtækinu hjá okkur byrjaði í svona millibils ástandi á milli verkefna og kom í raun og veru af myndinni Chef sem að fjallar mann sem að fór á stað með matarbílinn og okkur fannst þetta svolítið skemmtileg hugmynd og okkur vantaði eitthvað að gera þannig að við fórum svona að vinna í þessum málum og kynna okkur í raun og veru samkeppnina á þessu markaði, byrjum þar og sáum að hún var ekki mikil, það var ekki mikið að gerast þannig að við sáum strax tækifæri þarna og byrjuðum í raun og veru bara á matnum, byrjuðum þar og fyrsta hugmynd var að vera með minority borgara, sem sagt hamborgara sem kannski ekki alltaf fyrsta val, eins og kjúklingaborgari eða pulled pork borgari eða lambaborgari eða eitthvað slíkt og gera þá bara það góða að það yrði fyrsta val og eftir mjög margar tilraunir og margar hringi í vöruúrvali eða matseðli þá endum við á sem kjúklingaborgara og okkur fannst þannig vera eitthvað sem að var eitthvað annað, eitthvað betra en það sem var á markaðanum og næst var náttúrulega að finna matarbílinn og við vildum fara bara alla leið í konseptinu sem sagt gera þetta eins og Ameríkanir eru að gera þetta, þeir eru að nota ákveðna tegunda bíl og þeir voru lítið af þessu bílum þannig að við ákveðum að velja þann bílinn og tók smá tíma að finna hann en bara, sáum hann á Hringtorgi og stoppuðum hann og fundum hann þar og keyptum hann og svo var bara vaðið í að skapa eitthvað vörumerki og búa til fyrirtæki. Það sem kannski ber að varast er kannski helst að blekkja ekki sjálfan sig. Maður getur fengið alls konar hugmyndir, þær eru rosalega misgóðar og flottar á pappír en í raunveruleikunum bara gangi ekki upp og maður getur samfært sjálfan sig það en þú veist, þetta er eitthvað sem þarf að passa að fara síðan ekki með eitthvað svona hugmynd sem að gengur ekki upp eins bara í gerð viðskipta og rekstraráætlunar að það er rosalega auðvelt að gera fallega rekstraráætlun sem að er aldrei að fara að ganga upp en hún er mjög fallega á skjali og þannig ég segi hvað ber að varast, það er í raun og veru bara að passa hugmyndið þín geti gengið upp og eina leiðin til þess að vita það er að kynna sér hvað þú ert að berjast við, hver er markaðurinn sem þú ert að fara inn á, eru tækifæri þar, geturðu boðið upp á eitthvað annað, ekki fara beint í sama sandkassan og allir hinir, þú verður að geta staðið út á einn eða annan hátt og það er það sem þú ert að leita að einna helst. Tækifærin eru þar að skara fram úr og það sem hefur reynst mér best er að spyrja og það er fullt af fólki sem er búið að fara í gegnum mörg fyrirtæki á lífstíðinni og hefur reynslu og þetta fólk er alls þar í kringum okkur og maður kemst fljótlega að því ef þú spyrir og þú ert að spyrja rétt spurningarnar þá vill fólk miðla, fólk með reynslu vill miðlunni og þar ertu að fá kannski besta efnið. Svo náttúrulega bara kynna sér allt vel, áður en að stofna fyrirtæki, það eru leyfismál, það eru alls konar reglur sem eru á bak við tjöldin sem erfitt er að finna og þetta það er margir sem fá þetta í hausinn að því þú leitar ekki að þeim, þú ert stundum að leita að því sem þú veist ekki hvað er að leita og spyrja og lesa það er bara það er rosalega margt sem sem að kemur upp úr krafsinu síðar svo bara í raun og veru áttar sig á því að fara í eigin atvinnurekstur þetta er svolítið fórn þú ert að vera tilbúin í 24/7 vinnu alveg fyrstu 3 árin
og þú þarft bara að leggja það fram, það er enginn að fara að gera þetta fyrir þig, það er bara þannig.